stefnu félagsbústaða og þá hafa fulltrúar Sjálfstæðisflokksins tilkynnt það að þeir áskilja sér rétt til bókunar undir fyrsta dagskrárlið og einnig fulltrúar Samfylkingarinnar og Besta flokksins. Þá förum við í annan mál á dagskrá og tökum fyrir umræðu eigendastefnu félagsbústaða. Þá tökum fyrstu til máls borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir. Forseti, borgarfulltrúar. Þetta er ekki svona löng ræða. Veitir mér bara öryggi að halda þessu. Sannaða. Herði, mér langaði að vekja aðeins máls á því sem að gerast þetta með eigendastefnu félagsbústaða. Nú hún ásamt tillögu samstarf við uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í umsóknarferli og var meðal annars, þetta tvennt var meðal annars lagt fram í velferðarráði og hefur verið sent til fjármálaskrifstofu, borgarlögmanns og stjórn félagsbústaða líka. Ég held að það sé mjög mikilvægt að fólk hér inni viti hvað þetta felur í sér og hvaða ákvörðun verið að taka þegar ef á að samþykkja þetta plagg eins og það liggur fyrir. Það er nefnilega verið að taka það verið að gera mikla breytingar og við þurfum að vera öll mjög meðvituð að við séum að gera þær. Og ég held að við séum jafnvel ekki alveg á réttri leið. Við séum jafnvel ekki að sinna þeim sem við ættum að vera að sinna betur, en séum hins vegar að breiða út faðminn og taka við mikið fleiri einstaklingum inn í það kerfi sem við höfum kallað félagslega kerfið. Og þetta er eitthvað sem að kalla bara á umræðu og þess vegna vil ég vekja máls á því hér á þessum fundi. Eins og flestir vita þá hefur eigendastefnan tekið breytingum í þá átt að geta sinnt í rauninni fleiri skjólstæðingum en félagsbústaðir hafa gert hingað til. Leið lögð fram tillaga þar sem að gert er ráð fyrir að Reykjavíkurborg og félagsbústaðir fari í samstarf við ýmsa aðila uppbyggingu svokallaðra Reykjavíkurhúsa þar sem verður blandað í hús og þar muni félagsbústaðir sjá að byggja, það er reyndar svolítið misvísandi hvað er talað mikið íbúðum á hversu mörgum árum en förum við það seinna. Það er sem sagt, það á að leggja mikla fjármuni í þetta næstu ár sem auðvitað sjálfsagt mál að gera. Það er mikil ekla á húsnæðismarkaði og við þurfum að sjálfsögðu að gera eitthvað. En ég efast að þetta sé besta aðferðin og mér langar gjarnan að fara aðeins yfir það. Það er verið að taka ákvörðun að Reykjavíkurborg leggi inn meira fé inn í félagsbústaði heldur en verið hefur og leggi núna alltaf 25% af framkvæmdakostnaði í formi lóða- og gatnagerðargjalda og annars framkvæmdakostnaðar. Þetta muni borgin leggja inn í rauninni samstarfið og þetta gæti jafnvel numið 18 milljörðum á næsta ári og þetta engir smá peningar. Stefna félagsbústaða felur í sér að það verður núna í rauninni breytur út faðmurinn eins og ég sagði og í stað þess að vera það fyrirtæki sem við þekkjum í dag sem sinnir þessum hópi sem að verst stendur bæði félagslega og efnalega og fellur undir þau viðmið sem velferðarsvið hefur skilgreint, velferðarsvið Reykjavíkurborgar, þá núna verið að draga annan hring og sá hringur dreginn utan þann hóp sem fellur undir tekju- og eignamörk velferðarráðuneytisins og það má áætla að við þá skjólstæðinga eða þann hóp sem að félagsbústaðir þá sinna bætist 3000 manns. Og það
það er heilmikið vegna þess að við vitum að það bíða núna 850 manns eftir félagslegu húsnæði og þá erum við ekki að tala þann hóp sem bíður eftir húsnæði bara á almennu leigumarkaði og það eru 250 að bíða til þjónustuíbúðum og því miður hefur uppbyggingin á þessu kjörtímabili nánast verið engin. Það var bæst við 75 íbúðir í eignasafnið hjá félagsbústöðum en hér ef litið til árana áður þá voru að bætast 100 íbúðir á ári inn í þetta eignasafn. Þannig að hér, sú borgarstjórn sem hér situr hefur ekki verið að sinna þessu eins og skyldi. Engan veginn. Og ætla nú með nýjum tillögum í stað þess að fara að sinna þeim hópi sem mest þarf á þessu að halda að fara að snúa höfðinu annað. Ég held að þetta sé ekki rétti fókus og ég myndi vilja að við ræðum þetta meira og betur áður en sú tillaga sem fyrir liggur verður samþykkt inn í borgarstjórn eða inn í borgarráði. Mér langaði aðeins að fara yfir það líka því að mér finnst vera smá misvísandi í því orðalagi sem notað þegar talað samstarfið. Það alltaf kom bréf frá borgarstjóra og þetta hefur reyndar líka verið í fjölmiðlum þar sem meirihlutinn hefur verið að leggja fram plön sín og það hefur talað næstu 3–5 ár og þar verði byggðar 400–800 félagslegar íbúðir. Hins vegar þegar þið lesið það sem stendur í skjölum félagsbústaða, þá eru bara aðrar tölur þar. Það er verið að tala 7 ár, það er ekki verið að tala endilega um þennan fjölda íbúða. Þannig að það er svolítið munur á milli 3 ára eða 7, finnst mér. Og mér finnst líka að það þurfa að vera algjört samræmi í þessu öllu saman. Svo er það annað sem þarf líka að tala og það er það að með þeirri stefnu sem þá verður tekin upp ef að þessi drög verða samþykkt, þá erum við að samþykkja eitthvað sem við vitum í rauninni ekkert hvernig verður útfært. Því það kemur fram hér í stefnunni og ég ætla að fá að lesa aðeins hérna upp úr henni með leyfi forseta. Og þetta er í kaflanum þróun eignasafns og þá kemur fram hérna að átaki verður hrint af stað til að fjölga almennum einstaklings- og 2 herbergja íbúðum í eignasafni félagsins. Það verður gert með byggingu nýrra blandaðra íbúðarhúsa á vegum félagsbústaða þar sem áhersla verður lögð á litlar íbúðir. Eignarhald þessara húsa verður hjá félagsbústöðum til að byrja með en getur síðan færst yfir í skylt félag, sambærilegt félag eða til utanaðkomandi fjárfesta. Þetta vitum við vitum ekkert hvað þetta þýðir. Svo kemur innan við 1/4 íbúða verði félagslegar íbúðir 1/4 almennar íbúðir fyrir efnaminna fólk en helmingur þeirra verða framlegð eða framseldur til samtaka stúdenta, búsetufélaga, verkalýðsfélaga, samtaka aldraðra eða annarra aðila sem tryggja blönduð íbúðarhús. Þetta er rosalega vítt. Og þetta vekur upp svo sterkar spurningar af hverju við eigum að vera niðurgræða húsnæði fyrir suma hópa sem gætu rúmast hér inni. Og það vantar algjörlega skilgreininguna á því hver á að fá að njóta þeirra verðmæta sem við ætlum að gefa eftir. Af hverju eru það þessir hópar? Frekar en aðrir. Af hverju eru til dæmis fólk sem ákveður að sækja hjá búseta að fara að njóta þessa frekar en annað fólk? Það verður að svara þessum grundvallar spurningum áður en við höldum lengra. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Hér allavega, þetta eru stór og mikil atriði sem að felast í þessum skjölum og það er algjörlega nauðsynlegt að fólk hér inni viti hvað er að gera. Þá hefur borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu og þá var borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka fyrir að eigendastefna félagsbústaða sé hér aftur sett á dagskrá. Við ræddum hana þegar tillögur að henni komu fram hér skömmu fyrir áramótin
ásamt uppbyggingaráætlun sem hafði það markmiði að það myndi ekki aðeins rísa 2500 íbúðir eins og við erum að spá hér á næstu 3-5 árum á vegum einkaaðila, heldur aðrar 2500 til 3000 á vegum félaga sem stefndi að því að byggja upp leiguhúsnæði og búseturéttaríbúðir. Það þýðir, til þess að það geti orðið, það þýðir það að borgin þarf að beita sér úthlutunarlóðum og samþykkja skipulag í þágu slíkra markmiða. Hér var sagt að stóra spurningin í þessu væri af hverju félög af tilteknu tagi og búsetu var nefndur þar sérstaklega ætti að njóta sérstakrar fyrirgreiðslu í þessu og það hefði verið hægt að nefna fleiri félög eins og Félagsstofnun stúdenta, eins og Byggingafélag námsmanna, eins og ýmis byggingafélög sem hafa verið að byggja í þágu aldraðra og svarið það að félög sem eru ekki að byggja í hagnaðarskyni heldur fyrst og fremst til að tryggja fólki öruggt þak yfir höfuðið og stuðla þannig að í raun í sinni starfsemi að ávinningurinn af góðum staðsetningum og viðráðanlegum kjörum og lóðum nýtist leigjendunum eða fólkinu sem býr þar. Það eru félög sem við eigum að horfa til. Það að segja má hin skandinavíska leið í húsnæðismálum með aðkomu sveitarfélaga og það hefur ekki verið neitt launungamál að við erum að horfa til þess. Það er alveg rétt að þetta eru mjög stór mál en þetta er ekki fyrst og fremst stór mál gagnvart borgarstjórninni eða gagnvart verkefnum okkar eða umræðum við þessum sal. Þetta er ekki síst stór mál í hversdagslegum veruleika fleiri borgarbúa og Reykvíkinga sem finna mjög sárlega fyrir því að leigumarkaðurinn og húsnæðismarkaðurinn í borginni er óheilbrigður. Það er skortur á leiguhúsnæði, það er skortur á litlum og meðalstórum íbúðum sem eru miðsvæðis, það er skortur á íbúðum vel staðsettum þannig að hægt sé að nota góðar almenningssamgöngur sem megin faramáta og þannig erum við einfaldlega komin að kjarnamálsins, þar að segja að það eru mjög mörg heimili í borginni sem eiga erfitt með að láta enda ná saman. Og þegar við horfum á stærstu útgjaldaliðina þá það húsnæðiskostnaður og samgöngukostnaður auk matarkostnaðar. Umræðan staðsetningu nýs húsnæðis og staðsetningu leiguhúsnæðis snertir þess vegna beint þetta daglega líf fólks og það hvernig fólki gengur að láta endana á saman. Við vitum auðvitað að borgin hefur þróast á löngum tíma og hún hefur verið skipulögð á löngum tíma líka. En ef við horfum á borgarskipulagið frá sjónarmiði þessara heimila og reiknum dæmið, gerum þetta með samanburð á því hvað meðalheimilið hvað það myndi létta undir með meðalheimili ef við segjum að við myndum afskrifa 4 milljónir af lánum hjá viðkomandi. Þá getur þetta verið hvað, það fer svolítið eftir vaxtakostnaðinum, en kannski 120 til 30.000 á ári í afborganir. En ef við skipuleggjum borgina þannig að meðalheimilið gæti verið með einum bíl minna, þá erum við að tala um 60.000 krónur á mánuði sem það kostar að eiga og reka bíl. Þannig að það skiptir 5 til 6 meira máli fyrir heimilið, fjárhagslega, hvort að borgin þannig skipulögð og almenningssamgöngur séu það góðar eða flestir hlutir í göngufæri að hægt sé að spara meðalheimili að meðaltali 1 bíl heldur en stærsta skuldaniðurfelling í veraldarsögunni eins og hún hefur verið kölluð. Og þetta ekki dregið fram hér til að gera lítið úr þeim áætlunum, heldur til að undirstrika hvað borgarskipulag, staðsetning íbúðarhúsnæðis, samgöngumálin og almenningssamgöngur skipta ofboðslega miklu máli fyrir afkomu hins venjulega borgarbúa.
Þannig að í húsnæðismálunum fléttast þetta saman og þess vegna skiptir máli að við höfum góðar staðsetningar til þess að bjóða félagsbústöðum upp á, til þess að bjóða þessum byggingafélögum sem að við viljum eiga samvinnu við. Og við skulum líka muna að við eigum samtal núna við fulltrúa verkalýðshreyfingarinnar stofnun nýrra byggingarsamvinnufélaga sem gætu farið í þessi verkefni með okkur. Varðandi eigendastefnuna sem hér sérstaklega á dagskrá, að þá það alveg rétt að þar haldið opnum ýmsum leiðum til þess að ná þeim markmiðum sem á að vinna að. Markmiðum fleiri íbúðir. Markmiðum að þær íbúðir sem rísa núna næsta árum verði ekki bara stórar og dýrar, heldur líka litlar, meðalstórar og viðráðanlegu verði. Þessar leiðir eru opnar viljandi vegna þess að við Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi og aðrir sem sátum í innleiðingarhópnum húsnæðismálin fullunnum ekki útfærsluna, en við munum væntanlega koma að því aftur þegar að umsagnirnar hafa borist og klára þetta vonandi sem bestri sátt, því að ég held að allir hljóta að vera sammála að það gríðarlega mikilvægt. Það gríðarlega mikilvægt að borgin stígi fast og ákveði fram í þessu og láta ekki úrtölur víkja sig að þeirri leið að búa til heilbrigðan húsnæðismarkað í borginni. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil þakka borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins fyrir að taka þetta mál á dagskrá, þó á ég pínu erfitt með að skilja af hverju það gert akkúrat núna. Af því að málið í umsagnarferli, það var búið að leggja hana fram einu sinni til umræðu og við eigum að sjálfsögðu eftir að taka hana aftur þegar allar umsagnir liggja fyrir, en ég get að sjálfsögðu tjáð mig þetta núna og svo aftur seinna, það ekkert mál. Það þannig að húsnæðismál eru bara eitthvað það brýnasta viðfangsefni sem að stjórnmálin eru að glíma við þessa mundir og á næsta kjörtímabili verða húsnæðismál eitt af okkar stærstu viðfangsefnum. Það bara þannig. Það mikill skortur á íbúðum og val kaup eða leigu, að ekki sé talað búseturétt eða samvinnufélög eða eitthvað þess háttar, bara ekki til staðar. Það ekkert val á húsnæðismarkaði, en þá séreignarstefnan til staðar og hún við lýði, en þó getur enginn keypt. Þannig að fólk sem að koma nýtt inn á húsnæðismarkaðinn í bölvuðum vandræðum, svo ekki sem meira sagt. Það okkar hlutverk sem sveitarfélags að tryggja að allir hafi þak yfir höfuðið. Okkur ber að gera það. Við getum gert það með ýmsum hætti og við höfum að auðvitað verið að bregðast við með ýmsum hætti. Eitt af því að skipuleggja borgina almennilega og skapa svigrúm til uppbyggingar á húsnæði sem við teljum vera þörf á. Annað að búa til húsnæðisstefnu sem komin hér og var samþykkt í ágætri sátt, þó ekki hafa allir verið með í henni. Þriðja eru þau skref sem við höfum verið að stíga í kjölfar hennar, meðal annars með þessu Reykjavíkurhúsaverkefni og öðrum þeim aðgerðum sem voru samþykktar í kjölfar húsnæðisstefnunar. En félagslegar skyldur okkar eru áfram til staðar og þar hefur Reykjavíkurborg ekki verið að standa sig sem skyldi. Það eins og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir sagði hérna áðan, 845 einstaklingar, það bið eftir 845 íbúðum hjá félagsbústöðum. Félagsbústöðir hafa verið að kaupa allt og fáar íbúðir til þess að mæta þeirri eftirspurn sem til staðar og fer stöðugt vaxandi og þar hefði þurft að gera miklu betur heldur en gert hefur verið á kjörtímabilinu. Ég veit að fulltrúar meirihlutans hafa rökstutt þetta eða varist gagnrýni með því að segja að félagsbústaðir hafi keypt allt það sem þeir hafi getað keypt og það hafi verið bara, markaðurinn hafi verið þannig að það hafi verið erfitt að kaupa. Það bara ekki nóg. Þá hefði bara þurft að fara í einhverja uppbyggingu eða finna einhverjar aðrar lausnir sem var því miður ekki gert.
það er eitthvað sem við verðum að gera núna og við höfum og fulltrúi okkar í gerð þessarar, í hópnum sem að gerði þessa eigandastefnu hefur lagt ríka áherslu á, hún Elín Sigurðardóttir. Eitt vil ég svo segja að lokum og þetta er bara svona almennt rant sem ég er að koma með hér húsnæðismál og kannski bara ágætt. Eitt sem ég vil segja þessa stefnu samt, bara almennt, vegna þess að við höfum verið að vinna að gerð eigandastefnu bílastæðasjóðs. Þar höfum við lagt okkur fram að horfa ekki til annara eigandastefna, heldur höfum reynt að hafa hana eins hnitmiðaða og knappa og láta hana ná aðeins til þess sem að önnur stefnumörkun nær ekki til. Sem sagt, allt sem kemur fram í samþykktur bílastæðasjóð, allt sem kemur fram í lögum, allt sem kemur fram í almennum fundarsköpum eða samþykktum borgarinnar, kemur ekki fram í eigendastefnu bílastæðasjóðs. Þetta var galli við eigendastefnu Orkuveitu Reykjavíkur áður. Nú er búið að laga hana, nú eftir, og við komum til með að samþykkja hana hérna á eftir, það er búið að gera hana miklu hnitmiðaðri og taka út tvítekningar og tilvísanir í aðra stefnumörkun. Ég held að það þyrfti að taka einn snúning á þessari stefnu hér með tilliti til þessa. Það er algjör óþarfi að vera að taka fram hluti sem að koma fram annar staðar og það gerir fólki bara erfiðara fyrir að lesa stefnuna og skilja hvað það er sem við verum að eiga við hérna og ef við viljum að fólk geti fylgt þessu eftir þá þarf þetta að vera eins hnit með að það hægt er. Þannig ég legg til að það verði tekin einn snúningur á þessu. Að öðru leyti gerir ég ráð fyrir að við fáum kynningu á þeim umsögnum sem að hafa legið fyrir, að koma til með að leggja fyrir þegar þær verða klárar og við tökum þá einhvern snúning á því bæði í borgarráði og hér í borgarstjórn áður en að stefnan verður samþykkt endanlega. Þá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir næst á mælendaskrá. Forseti borgarfulltrúar. Mér langar nú að taka bara undir bæði það sem að borgarfulltrúi Dagbjörn Eggertsson kom inn á. Það er auðvitað algjörlega rétt að við erum að sjálfsögðu í þessu öllu saman til þess að bregðast við miklum vanda sem blasir bara við fólki nánast, já ég veit ekki, kannski þriðjungi fjölskyldna í borginni. Við erum öll sammála það og ég held að sé reyndar þannig að við höfum öll hér samþykkt húsnæðisstefnuna sem að borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir var að vísi. Ég held að sé algjörlega þverpólitísk sátt hana og við viljum öll fara í einhverja aðgerðir til þess að bæta þetta í borginni. Við verðum að fjölga valkostum, þar með verðum við að fjölga leiguíbúðum og leiguhúsnæði. Við höfum að hvetja til þess og verða búa til einhverja hvata til þess að það byggist upp. Mér finnst hins vegar að þó að, og eins og Dagur kom inn á, borgarfulltrúi Dagbjörn Eggertsson kom inn á, þá skiptir auðvitað skipulagið heilmiklu máli og það einmitt að geta dregið úr kostnaði eins og við það að reka 2 bíla niður í einn er auðvitað gríðarlega gott fyrir fjölskyldur og skiptir verulegu máli að við hugsum þetta allt þegar við skipuleggjum borgina. Þar er ég bara algjörlega sammála. Ég held að við séum bara öll algjörlega sammála það. Hins vegar erum við að tala núna við erum að tala milljarða, sem 18 milljarða, 20 milljarða, ég veit það ekki, inn í næstu framtíð sem við ætlum að verja í þetta verkefni og við verðum að vanda okkur. Tökum ekki of þrönga afstöðu. Hugsum þetta aðeins víðar. Af hverju erum við að festa okkur í ákveðin félög? Er það þess virði og hver er skilgreiningin? Veit að það hefur verið stefna meirihlutans að horfa til non-profit félaga en hins vegar þegar þú ferð að skoða það hvað það þýðir í raun og veru þá er það svolítið á reiki. Ég meina þú getur lesið til dæmis ef þú ferð inn á vef Búseta og sér það bara stendur við erum non-profit félag sem þýðir að í rauninni félagið allur hagnaði félagsins fer inn í félagið eftir til þess að sinna aukinni þörf. En þarna þarf samt aðeins að skýra vegna þess að þeir aðilar sem að svo skrá sig í félagið og eru eigendur af félaginu, þetta ekkert endilega aðilar sem eru í þörf fyrir niðurgreiðslu af neinu tagi. Þetta bara fólk út í bæ sem að
getur bara átt eignir eða hvað sem er. Þannig að það þarf að skoða þetta mikið betur. Sérstaklega ef við ætlum að fara einhvern veginn að stækka þennan hóp. Það er ekki eðlilegt að við förum að niðurgreiða svona, finnst mér, nema bara að miklu meira ígrunduðu máli og þess vegna getur vel verið að ég hafi verið og snögg á mér að vilja ræða þetta hér. En ég held að þetta er svo stórt atriði að við verðum að vera mjög mikið meðvituð það meðan þetta er einmitt í þessu ferli og er til umsagnar og við förum að fá þetta upp að borða aftur inn í hinnum ýmsu ráðum. Þá verðum við að vera alveg með á nótunum hvað við erum að fara að samþykkja. Ég tel að við eigum frekar og eigum, já, þó að þetta sé auðvitað blöndunin og það sem framkemur hér er bara mjög gott fyrirbæri, góð hugmyndafræði. Auðvitað eigum við að fara í alls konar svona verkefni. Hins vegar held ég að það vanti svolítið stóran punkt inn í alla þessa vinnu og það er hvernig við ætlum bara með almennum hvötum án þess að girða fyrir það hverjir munu í rauninni vera aðilar í því samstarfi, fá þá sem að hafa áhuga á því að byggja leiguhúsnæði til þess að taka þátt í samstarfinu. Og þá, mér finnst einhvern veginn, og ég vona auðvitað að það komi upp úr einhverjum skúfum í til dæmis þeim hópum sem hafa verið stofnaðir út frá húsnæðistillögunum sem lagðar voru fram í haust. En það eru strax 3 mánuður. Tíminn líður alveg rosalega hratt. Og ef við erum einhvern veginn að draga þetta svona, þá gerist ekki neitt. Allavega allt of hægt. Og ég held að við eigum að fara að skoða leiðir núna strax almenna leiðir fyrir hvern þann sem hefur áhuga á því að koma að þessu samstarfi, þá ekki að útiloka menn og fólk sem vil taka þátt í þessu, bara vegna þess að það er ekki réttu verkalýðsfélagi eða réttu félagi sem hefur einhvern veginn, sem er svona loðir við þessa sýn alla hér. Þannig að ég held að við séum að þrengja skóginn og hann er mjög þröngur og við frekar að hugsa miklu víðar og almennar og þá munum við geta tekið á þessum vanda hraðar. Þá er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Páll Hjaltason. Hæstvirtur forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka góða umræðu húsnæðismál og get ekki undir flest það sem hér hefur verið sagt. Ég skil vel áhyggjur borgarfulltrúa Áslaugar Friðriksdóttur að faðmurinn sé að vera stór, en ég samt sé ekki aðra leið til þess að takast á við það brýna vanda heldur en að opna faðminn. Vandamálin eru svo mikið víðar heldur en bara í því sem við skilgreinum sem félagsstæðakerfið. Vandamálið er orðið almennt vandamál og ástæðan er að sjálfsögðu fyrst og fremst sú að það hefur ekki átt nein alvöru uppbygging af stað í húsnæðismálum í áratug. Og það er það sem við erum að berjast við og auðvitað má spyrja sig á sveitarfélagið að gera það, en það er hins vegar erfitt að sjá aðra leiðir heldur en að sveitarfélagið taki þátt í því. Ég hnaut það er nú búið að tala hérna flest það sem skiptir máli þessu stigi. Auðvitað er þetta eins og komið fram drög og í mótun og við bíðum eftir að fá umsagnir. En það sem ég tek undir það sem borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir sagði, að það þarf almenna hvata. En almennu hvatarnir geta varla komið frá einu sveitarfélagi svo nokkru nemi. Almennu hvatarnir hljóta að koma frá ríkisvaldinu. Við vorum í áhugaverðri ferð
við borgarfulltrúa Áslaug Friðriksdóttur til Finnlands í stuttri heimsókn, þar sem við sáum meðal annars hvernig finnska velferðarráðuneytið tekur á þessu og með öflugt rannsóknarsetur 100 manna sem að fylgist mjög grannt með húsnæðismálum í öllum Finnlandi og úthlutar styrkjum og stuðning markvisst inn í allt samfélagið. Og það þar sem að þarf að koma hvati. Það varla hægt að ætlast til þess. Við höfum ekki tækin. Við höfum lóðir og gatnagerðargjöld. Hvað ætlum við að gera mikið meira? Við getum gert skipulag. En hvernig við tökum á því að breyta þessu munstri og hvernig við tökum á því almennt að efla húsnæðismarkaðinn, við höfum ekki mörg tæki. Þetta tæki sem hér verið að búa til vonandi eitt af mjög mörgum tækjum sem þarf að búa til. En þá legg ég áherslu á það að það takmarkað sem að eitt sveitarfélag gerir og vonast til að stór orð ríkisstjórnarinnar verða veruleika, því að þar raunverulega valdið til þess að búa til það umhverfi að eitthvað fara að gerast í þessum málum. Þá borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið máli sínu. Þá ekki fleiri hvatt sér hljóðs en borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka fyrir þá umræðu sem hér hefur farið fram í dag eigendastefnu félagsbústaða og reyndar mun fleiri málefni, nefnilega húsnæðismálin í borginni sem eru mikilvæg. Ég held að borgarstjórn verði að horfast í augu við það að það gífurlegur húsnæðisvandi í borginni og það gott að heyra að margir borgarfulltrúar hafa áttað sig á því og vinna að því að leggja fram tillögur til úrbóta. Ég held að við eigum að leggja okkur fram það að ná sátt slíkar tillögur. Ég held að ef meirihlutinn ber gæfu til þess að vinna þessum málum í góðu samráði við okkur sem erum í minnihlutanum og komum með góða tillögur, þá ætti sátt að geta náðst og það skiptir máli því að við viljum auðvitað að sem allra fyrst þá verði farið í það, þá fari borgaryfirvöld í það að leysa þennan vanda í húsnæðismálum í Reykjavík sem alls ekki bundinn við einn hóp. Það mikill vandi til staðar, rauninni hvort sem fólk hefur ráðist í það að kaupa húsnæði eða leigja húsnæði. Það eru hópar í vanda alveg óháð aldri, bæði ungt fólk og gamalt fólk og allt þar á milli. Og ég held að við verðum að líta á þetta í stóru samhengi og reyna að skapa hér almennar lausnir sem geta leyst vanda sem flestra. Nú, ég tek undir það með Áslaugu Friðriksdóttur borgarfulltrúa að menn þurfa auðvitað að fara varlega í því ef að menn ætla að fara í sértækar lausnir við að leysa húsnæðisvandræði hér í Reykjavík og leggja borgarsjóð að veði í því ef svo má segja. Mér hugnast það betur eins og hún sagði að menn leitir frekar almennra leiða. Ég held að við komumst ekki hjá því að skoða bara hér fyrirkomulega lóðamála í borginni, skoða það og viðurkenna þá staðreynd að gatnagerðargjald hefur hækkað verulega á undanförnum áratugum og einn hluti vandans kann að vera sá að húsnæðiskostnaður hefur hækkað vegna hærri opinberra gjalda, ekki síst gjalda hjá borginni. Og það verður að hafa það í huga að ýmsir þeir flokkar sem sitja í núverandi meirihluta, eða minnst kosti Samfylkingin, ber stóra ábyrgð á þeim vanda sem skapaðist, sem var hér til og eftir aldamótin, þegar að sá flokkur kaus að fara nýjar leiðir í húsnæðismálum sem fólust í því að skapa hér lóðaskort í borginni
árum saman hafði verið hér þá hafði verið hér nokkuð jafnt framboð lóða, eða að minnsta kosti borgaryfirvöld höfðu lagt sig fram um að bjóða fram lóðir á frekar lágu verði og sem fjölmargir nýttu sér og byggðu en á móti kom að leið og fólk flutti inn í viðkomandi hús eða hverfi, þá náttúrulega greiddu þeir útsvar til borgarinnar. Þannig það alls ekki hægt að halda því fram að borgin hafi neitt tapað á þeim viðskiptum, síður en svo. En R-listinn á þeim tíma sem Samfylkingin stjórnaði mjög miklu leyti og mótaði skipulags- og húsnæðisstefnuna hjá, ákvað að fara þá leið að bjóða hér að takmarka fyrst framboð lóða, takmarka mjög framboð lóða, þannig að þær urðu mjög eftirsótt gæði. Síðan var farið í það að bjóða upp lóðirnar og þetta var mjög stór orsök fyrir þeirri húsnæðisbólu sem hér varð á árunum eftir svona árunum frá 2000 til 2007. Margar fjölskyldur eru enn í vandræðum út þessari stefnu að lóðir voru boðnar upp á mjög háu verði til fjölskyldufólks og hér í Reykjavík en ekki úthlutað eins og víða tíðkaðist. Og það leiddi til þess að venjulegt fjölskyldufólk þurfti raun að fara í uppboðskeppni við verktaka viðkomandi kaup. Þannig að við verðum að hafa það í huga við borgarfulltrúar að þessi lóðaskortur sem var hér framkallaður mjög markvisst og þessi uppboðsstefna var ekki til að bæta ástandi á markaðnum. Og þrátt fyrir og síðan árið 2006 þegar menn voru farnir að átta sig á því að þessi stefna, þessi tvöfalda skortstefna var til mikilla óheilla hér fyrir húsnæðismarkaðinn, þá var ekki, eins og menn þekkja, þá var ekki hlaupið að því að vinda ofan þessari stefnu. Þegar borgin hafði selt lóðir á uppsprengdu verði í nokkur ár og vildi kannski halda áfram að selja lóðir, þá þekkja menn það, þá var það bara mjög erfitt lögfræðilegt spursmál hvernig ætti aftur að lækka verð á lóðum. Og við höfum staðið í rauninni fyrir því vanda til dagsins í dag. Það ekki einfalt leið þegar stjórnvald eins og borgin hefur markvisst hækkað verð á lóðum, seltar á háu verði árum saman. Þá ekki, þráttur að menn sjáu að stefna sér röng, eins og ég held að flestir viðurkenna nú hafi verið, það ekkert einfalt verk að vinda ofan af slíkri stefnu og fyrir því hafa borgaryfirvöld staðið á þessu kjörtímabili eins og síðasta kjörtímabili. Þannig að ég held að menn verið að horfa til þessara reynslu sem hér varð á reynslu sem borgin hefur af þróun húsnæðismarkaðar frá árinu 2000 og það má algjörlega skoða alla leiðir að mínu áliti, skoða hér stofnun á félögum sem borgin tekur þátt í samvinnu við námsmenn og eldri borgara og verkalýðsfélög og öll félög sem nöfnum þjávar að nefna. En mér segir svo samt hugur að það sé hægt að ná verulegum árangri ef við lítum fyrst og fremst til almennra aðgerða til þess að gagnast sem flestum í stað þess að vera sökuð að vilja vinna náið með sumum aðilum frekar öðrum og útluta sumum aðilum gæði úr borgarsjóði frekar en öðrum. Ég held að reynsla síðustu áratuga sýna okkar það að það sé betra að skapa almennar lausnir og þá verður þetta að horfa til þess að lækka byggingarkostnað, lækka lóðakostnað, horfa á það hvort að hækkun gatnagerðargjaldana sem hefur hækkað mjög verulega umfram verðlag á undanförnum áratugum, hvort að hún hafi verið til heilla. Ég myndi ekki vilja dæmi það fyrir en að hafa skoðað slík mál, en ég held að stjórnvöld, borgarstjórn þar með talin, þurfa að taka sér tak og skoða allar leiðir til að lækka hér byggingarkostnað, því ég er sannfærður það að ef okkur tekst að lækka byggingarkostnað, kannski ekki þá síst lóðakostnað, þá verði það eins og vítamínsprauta út á almenna markaðinn og strax þannig takist að leysa vanda margra. Og sjálfsögðu eru hér hlutur eins og bara endurskoðun á byggingarreglugerð sem skilst að ríkisstjórnin þegar hafi vinnu við að skoða, að það þarf auðvitað að skoða byggingarreglugerðina því að ég held að það sé ekki lengur deilt það að hún leggur margvíslegan auka kostnað, suman örugglega óþarfan, á herðar húsbyggjenda og allt hækkar þetta íbúðaverðið.
og ég verð að segja mér finnst þetta svolítið sko, mér finnst þessi vinna núna sem mikið talað af hendi borgarfulltrúa meirihlutans, mér finnst svolítið líkt að því að það að koma kosningar, ég verð að segja eins og mér finnst lítið hafa verið gert á þessu kjörtímabili. Jú, það hafa hist hér starfshópar, þeir hafa legið yfir ýmsum tölum sem voru þegar til strax árið 2010, vinna hér við að móta stefnu, en það hefur allt og lítið gerst. Og nú einhvern veginn, nú að koma kosningum, þá átta borgarfulltrúar meirihlutans sig á því að þeir hafa lítið gert í þessum málum og það hefur safnast inn á upp húsnæðisvandi sem ekki hefur tekist að leysa og þá virðast þeir með miklu auglýsingátaki að reyna að reka af sér það sliðruorð að hafa lítið sem ekkert gert í húsnæðismálum. Við getum minnst bara, ef maður nefnir dæmi það, við getum minnst á lóðamál byggingafélaga eldri borgara. Það eru nokkuð byggingafélag eldri borgara hér í borginni sem hafa staðið sig mjög vel við að leysa úr húsnæðisþörf þess aldurshóps. Þeir hafa verið í löngu samstarfi í borgina úthlutun á lóðum sem þeir hafa síðan byggt sín eigin hús á og borgin hefur í sjálfu sér ekki þurft að fjármagna, heldur rauninni hefur bara samið við afhendingu á lóðum á gatnagerðargjaldi og það hefur lítið sem ekkert gerst í þessum málum á kjörtímabilinu. Þau fóru fyrst ég held ég muni það rétt, að það hefur bara yngri lóð verið úthlutað á kjörtímabilinu til þessara byggingafélaga, félaga eldri borgara, samtaka aldraðra, búseta og svo framvegis. En það var ekki fyrir en við sjálfstæðismenn fluttum tillögu á síðasta ári að það ekki gangskurð að því að vinna í þágu þessa hóps, húsnæðismála þessa hóps sem beið eftir lóðum sem eitthvað fór að gerast og ég vona að þessi vinna sé nú komin í góðan farveg. Eins má segja með félagsbústaði. Það hefur lítið gerst þar í síðustu kosningum. Það var mikið talað, það var mikið rætt þá þörf sem væri fyrir hendi í borgarkerfinu, þörf og þá biðlista sem væru eftir félagslegum íbúðum á vegum félagsbústaða og það töluðu ýmsir flokkar þá að þar þyrfti að bæta úr. En svo sjáum við að það hafa, ég held að það hefur komið fram hér áðan að 75 íbúðir hafa bæst við hjá félagsbústöðum á kjörtímabilinu sem mun minni en gerist á síðasta kjörtímabili þegar var ráðist í átak til að fjölga þessum íbúðum. Þannig að þegar maður skoðar þessi húsnæðismál þá sjáum við að það hefur lítið gerst á kjörtímabilinu. Gott að meirihlutinn skuli nú rumska og vonandi rumskara myndarlega og vonandi næran samkomulagi við okkur aðra flokka hér í borgarstjórn að taka sig á í þessum málum en það er auðvitað ekki sama hvernig það verður gert. Og í þessari vinnallri, ég ítrykka það, þá verður auðvitað að hafa það í huga fortíðina. Menn verða átt að segja á því af hverju þessi vandi er tilkominn, af hverju húsnæði í Reykjavík orðið allt of dýrt miðað við það sem áður var. Við viljum auðvitað skapa öllum þjóðfélagshópum á sama hvað aldrei eru örugt húsnæði og það verður auðvitað ekki gert með endalausum miðstýrðum aðgerðum sem síðan leiða til þess að húsnæðisverð hækkar og verður ókleift fyrir venjulegt fólk að búa í eigin húsnæði. Ég held að það verði frekar gert með frjálslyndum almennum aðgerðum sem miða að því að lækka húsnæðiskostnað og að sjálfsögðu þarf borgin að eiga samstarf við mörg félög eins og hann hefur gert. En í þessum málum þarna er fyrir svo löngu kominn tími til að láta verkin tala og ég vona að við flokkarnir getum náð samkomulagi það. Þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Páll Hjaltason óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Háttvirtur forseti, góðir borgarfulltrúar, langaði bara örstutt að koma smá ansvar. Ég var ósammála mjög mörgu sem Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, sagði hér. Til dæmis er ég ósammála því að það sé lausn á málinu að láta lóðir sveitarfélaganna frá sér á undir markaðsverði. Það hefur sýnt sig að það hefur tekin einn snúningur á markaðnum og það fer beint upp í markaðsverð og það skilar sér aldrei inn í endanlegt húsnæðisverð. Þetta er mjög flókið jafna og það er útilokað að leysa hana þannig. Og mér finnst það líka skrítið að tala þetta í þessari stóru mynd sem að borgarfulltrúi gerði undan mér á þess að minnast á því augljósa að hér var efnahagshrun, byggingariðnaður hrundi, það var ekkert byggt, það var allt of mikið byggð af vitlausu húsnæði.
langflest eða öll, liggur við að segja, verktakafyrirtæki verið gjaldþrota, stórkostlegur flótti iðnaðarmanna til Noregs og erlendis, skilur eftir lamaðan byggingariðnað og það skrítið einhvern veginn að draga upp einhverjar pólitíska fortíð sem að ég svo sem átti enga þátt í, en mér finnst það bara rétt að horfa á hlutin eins og þeir eru og tala að meirihluti sé að bregðast við kosningum. Þessi ræða hérna var nú einmitt þannig, fannst mér. Það borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið við að veita andsvar. Það svarar andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Ég þakka borgarfulltrúa Páli Hjaltasyni fyrir andsvarið. Það var ágætis punktar í því, en ég kýs að svara því þannig að þegar við leysum vandamálin í nútímanum, þá þarf mjög oft að líta til pólitíska fortíðar. Það þarf að líta til þess hvernig ástandið var í fortíðinni, hvernig ákvarðanir voru teknar þá. Ég færi hér mjög góð rök fyrir því að það voru slæmar pólitískar ákvarðanir teknar í fortíðinni og ég tel að það þurfi að draga þeim lærdóm þegar við byggjum upp til framtíðar eins og við ætlum að gera hér í húsnæðismálunum. Þessi umræðum hvernig íbúum er úthlutað, markaðsverð eða gatnagerðargjöld, ég held að umræðan það við getum farið út í sérstaklega bara umræðan það á borgarstjórnarfundi, það er auðvitað að fara yfir það í andsvari, en ég vil þó halda því fram að lengi vel þá virkaði það mjög vel hér í borginni að úthluta lóðum á gatnagerðargjöldum. Þegar það tókst að halda í við eftirspurnina, þegar það tókst að skapa nægt framboð fyrir eftirspurnina, þá gekk þetta mjög vel. Sumir sögðu það verið nánast að gefa lóðirnar, aðrir sögðu það á að vera motto fyrir borgina einhvern veginn að græða á lóðasölu. Við viljum stækka Reykjavík, fjölga Reykvíkingum, við viljum fá fólki til okkar, því leið og flytur inn í húsin, þá fer það að borga hér útsvar. Og þegar borgin er fann að rukka 15% útsvar, þá sjá allir að hvað borgin getur hagnast á því leið og hún veitir að þessum nýju hverfum að sjá svo góða þjónustu. Hins vegar var það þannig að þegar lóðir í eldri hverfum voru boðnar upp, þá var það gjarnan þannig að þær voru boðnar upp. Þannig að þar kannski myndaðist verðbóla, en á móti var jafnvægi í nýjum hverfum þar sem lóð voru frekar ódýrar. Og varðandi efnahagshrunið, það er alveg rétt, það var hér bankahrun, efnahagurinn hrundi nú kannski ekki alveg, en það er rétt að það var hér bankahrun. En ég vil þá líka koma að því að húsnæðisverð var fyrir þetta bankahrun var orðið allt of hátt. Það var hér góðæri í langan tíma, en húsnæðisverð hækkaði mjög í góðærinu og það kom ekki láglaunafólki til góða. Það var margt láglaunafólk sem fór á mis við þetta góðæri og það var löngu áður en bankahrunið varð. Þá var húsnæðisverð komið í svo háar hæðir að þetta fólk gat ekki keypt viðunandi húsnæði á góðu verði. Það borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið það að svara andsvari. Það er ekki fleiri á mælendaskrá undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við förum í 3. mál á dagskrá.